Í vídeónu er farið í vægi verkefna, hvaða tilgang verkefnahópar hafa og hvernig hægt að sleppa lægstu einkunn nemanda í tilteknum verkefnum. Það verður sýnt dæmi verkefni og vægi sem þegar eru uppsett og útskýrt hvernig það var sett upp. Að lokum er farið í einkunnabókina og sýnt meðal annars hvernig þessir hlutir birtast þar. Í Canvas er vægi verkefna hvorki sett inn í einkunnabók eða í verkefni sjálft. Til að útskýra málið er best að byrja á sýnidæmi. Hér smelli ég á verkefni í liðatrinu. Canvas heldur nefnilega utan öll verkefni sem hafa verið stofnuð í námskeiðinu hér á þessum stað. Þetta lítur svolítið svipað út og einingarnar eða vikurnar á heimasíðu námskeiðsins, en þetta er allt annað fyrirbæri og hefur aðra virkni. Í þessu námskeiði er búið að setja upp verkefnin og skilgreina vægi þeirra. Hér sjást öll verkefni námskeiðsins og það sést að sum þeirra hafa verið grúppuð saman. Efst eru 4 verkefni sem hafa verið sett saman í kassa sem er kallaði verkefni. Þetta er svo kallaði verkefnahópur eða flokkur verkefna. Það sést að honum hefur gefið vægi 20% af lokaeinkunn. Vægið er alltaf sett á verkefnahóp en ekki á verkefnið sjálft. Í þessu tilfelli getur hvert og eitt verkefni gefið nemanda 10 punkta. Þetta merkir að verkefnin hafa jafn hátt vægi inn í verkefnaflokknum. Canvas reiknar nefnilega einkunn nemanda fyrir verkefnahópinn út frá þeim punktafjölda sem nemandinn fær. Hér kemur fram að ein regla hefur verið sett á verkefnahópinn og þegar músað er yfir þá sést að það á að sleppa lægstu einkunn. Þegar Canvas reiknar einkunn nemanda úr þessum verkefnahópi er lægstu einkunnans sem sagt sleppt. Einhverjir kynnu nú að spyrja hvað með nemanda sem skila bara 3 verkefnum eða jafnvel bara 2 er þá lægri einkunn sleppt af þessum 2 verkefnum. Þetta verður kannað í einkunnabókinni aðeins síðar í vídeónu. Verkefnahópurinn umræður og stutt ritgerð gildir 15% af lokaeinkunn. Hér eru hóp umræður þar sem nemandi getur náð sér í 20 punkta og stutt ritgerð sem getur gefið honum 10 punkta. Þegar fleiri en eitt verkefni er í verkefnahópi þá ræður punktafjöldi verkefnana vægi þeirra innbyrðis. Þannig að hér hafa umræður 2-falt vægi á við ritgerðina. Ef nemandi fengi til dæmis 18 punkta fyrir umræðurnar og 8,5 punkta fyrir ritgerðina, samtals 26,5 punkta, þá fengi hann 88,33% út úr þessum verkefnahópi. Næstu 2 verkefnahópar innihalda einungis 1 atriði hvor og það er enga síður nauðsynlegt að setja hvort atriði í sinn verkefnahópin til að mögulegt sé að skrá vægi fyrir hvort atriði. Rannsóknarritgerðin gefur 30% vægi af lokaeinkunn og lokaprófið 35%. Svona er vægi sett á stök verkefni. Það er mjög mismunandi í Háskóla Íslands hve mörg verkefni liggja til grundvallar lokaeinkunn. Í sumum tilfellum væri verkefnin mun fleiri og námsmatið mun flóknara en í öðrum færri verkefni og einfaldara námsmat. Skoðum nú hvernig þetta er allt saman sett upp. Hér hefur kennarinn stofnað verkefnin sem gilda til einkunnar og þau lenda þá sjálfkrafa í þessum eina verkefnahópi sem fylgir námskeiði. Það skiptir ekki máli hvort ég bý til verkefnahópana fyrst eða hvort ég virkja vægi fyrst. Til að virkja vægi þá farið í punktana 3 hér efst til hægri og síðan í vægi verkefnahópa. Það er merkt við veginn lokaeinkunn og þá kemur fram þessi eini verkefnahópur sem er til og ég get gefið honum vægi strax hér. Þetta er vistað. Til að stofna fleiri verkefnahópa er smellt á plus hópur. Hópnum er gefið heiti og vægið skráð. Síðan eru verkefni sem tilheyra dregin inn í verkefnahópin. Leið og verkefnahópur er stofnaður, þá eignast hann sjálfvirkt dálk í einkunnabókinni. Það verður skoðað þegar farið í einkunnabókina aðeins síðar. Hér er búið að stofna alla verkefnahópana og draga verkefni inn í viðeigandi hóp. Til að setja regluna að sleppa lægstu einkunn nemanda í útreikningi er farið í breyta við verkefnahópin sem ræðir
Hér hægt að sleppa einni lægstu einkunn nemanda eða fleiri. Fyrir neðan líka hægt að tilgreina verkefni sem aldrei má sleppa í útreikningi einkunnar fyrir verkefnahópinn. Skoðum nú einkunn á bókina. Hér dálkur fyrir hvert verkefni fyrir sig en að auki dálkur fyrir hvern verkefnahóp sem sýnir útkomu nemanda út úr verkefnahópnum. Hér dálkurinn fyrir fyrsta verkefnahópinn, þar sem voru 4 verkefni og það hægt að færa þessa dálka til. Canvas auðkennir einkunnina sem sleppt í útreikningi fyrir heildareinkunn verkefnahópsins. Hér einfalt dæmi. Nemandi hefur fengið 7 fyrir 3 verkefni en 0 fyrir 1 sem þá sleppt í útreikningi og nemandinn fær 70% út úr verkefnahópnum. En lítum nánar á dæmið hér fyrir ofan. Nemandi hefur bara fengið einkunn fyrir 2 verkefni og líkast til ekki skilað hinum 2. Canvas auðkennir lægri einkunnina af þessum 2. 5 sem sagt ekki tekið með í útreikningi heildareinkunnar fyrir verkefnahópinn og nemandinn fær því 90% sem auðvitað alls ekki rétt en samt rökrétt. Canvas átti að sleppa lægstu einkunn nemanda og honum hefur ekki verið gefin einkunn fyrir verkefnin 2 sem hann skilaði ekki. Til að koma í veg fyrir þetta þarf að gefa nemendum 0 fyrir verkefni sem þeir hafa ekki skilað og þetta hægt að gera með einni aðgerð. Það farið hér efst í verkefnið í punktana 3 og í skilgreina sjálfgilda einkunn. Hér stendur gefðu öllum nemendum sömu einkunn fyrir verkefni 3 með því að skrá og leggja fram tölugildi hér fyrir neðan. Ég skrái hér 0 en að því að einhverjir nemendur hafa þegar fengið einkunn fyrir verkefni 3 þá vil ég ekki eyða þeim einkunnum eða yfirskrifa þær og sleppi því að merkja við hér. Hér hef ég gert þetta við öll verkefnin 4. Sjálfsagt best að gera þetta strax í byrjun þegar sleppa á lægstu einkunn í útreikningi. Nú sést að einkunn nemandans hér efst hefur lækkað úr 90% í 46,67% fyrir verkefnahópinn. Mér sýnist að ég hef sagt allt sem ég vildi segja og vona þetta að varpa ljósi á málið verkefnahópa og vægi. Takk fyrir.